Hringrás vatns er hvernig vatn fer í gegnum lífríki hjá okkur. Vatn er eitt mikilvægasta efni sem til er. Það allar lífverur háðar vatni því að allir efnaferlar sem gerast í líkömum allra lífvera gerist eingöngu í vatni. Þannig að án vatns getur engin lífvera lifað, en sumar geta reyndar lifað með ansi lítið vatn á meðan aðrar þurfa ansi mikið. Stærsta vatnsforðabúrið er sjórinn og þar er ansi mikið vatn, en af því að sólin skín á sjóinn þá gufar vatnið í sjónum upp og myndar ský. Skýin berast svo inn yfir landið og þegar þau hækka þá kólna þau og þéttast droparnir í stærri dropa og falla niður. Hluti af vatninu lekur niður sem á og aftur út í sjó og búið að klára hringinn. Annað vatn lekur niður í grunnvatnið sem er vatn sem er ofan í jörðinni og lekur þar hægt og rólega út í sjó, annarkvort kemur upp á yfirborð ekstra á leiðinni eða fer bara neðanjarðar alla leið út í sjó. Hluti af vatninu fer í gegnum lífverur, hvort sem það eru dýr eða tré eða aðrar plöntur. Þannig að þetta er mjög flókið og vatn getur farið það gufar upp úr stöðuvötnum, þannig að það fer ekkert allt vatn út í sjó. Það er fullt af litlum hringrásum hérna inn í þessu. Ef það er stöðuvatn hérna, þá getur vatnið gufað upp úr stöðuvatninu upp í skýið og mynda litla hringrás hér. Þannig að þetta er mjög flókið en leið einfalt. Vatn, það fer alltaf hringa eftir hring, við erum alltaf að nota sömu vatnssameindirnar aftur og aftur. Og ég heyrði nú einhvern tíma, ég veit ekkert hvort það er satt, en að vatnið sem fer niður Thames-ána í Englandi, Thames-áin er mjög vatnsmikil á, að áður en það kemur niður í sjó, að þá er búið að nota það 5 sinnum. Það er búið að fara 5 sinnum í gegnum einhver vatnshreinsikerfi og nýta það, annarkvort sem drykkjarvatni eða baðavatni eða í klósett eða eitthvað, og aftur út í á og það er nýtt 5 sinnum á leiðinni. Þarna eru 5 hringrásir sem að mennirnir eru að búa til. Þannig að hringrásir vatns geta verið mjög einfaldar eða mjög flóknar, langar eða stuttar. En þær byggjast á því að vatnið nýtist aftur og aftur.